Góðan daginn og velkomin til Stundarinnar. Hér eru kerti sem allir viltu kveikja á. Og finnst það viðeigandi. Kannski það viðeigandi. Allavega veit ég að það má alveg kveikja kertum. Sumir finnst það bara notalegt að vera með kerti í kringu sig og það allt í lagi að eitthvað sé notalegt sem við erum að nota. Og það allt í lagi með það að eitthvað svona sem við erum í kringum okkur að þetta bara fá að vera áfram. Það ekkert allt að fara, þó sé nú allt í lagi að breyta og gera það, þá má nú ýmislegt verða eftir sem að það minnir á eitthvað allavega. Við þurfum ekki alltaf að vera að stokka allt upp sem að í kring, þó það getur verið ágætt að gera það annars slagið svona, annars þetta nú eitthvað sem er alltaf stafmanni. Maður bara tekur þessu með stóiskri ró hvernig þetta og ekkert að velta fyrir sér einhverjum breytingum af hverju. Þetta fer hvort allt í sama farið áður en yfir líkur og svo framvegis. Þetta eru svona vangaveltur sem að við kannski ættum ekkert svo mikið að vera að velta fyrir okkur en gerum að við erum bara fólk. Veiklunda fólk sem hugsa margt, álitum margt og getum margt auðvitað. En það sem við eigum að vera uppteknari við er að stúdera orð Guðs, ekki? En það ekki það sem að hjarta trúaðs manns, þyrstir eftir og hungrar eftir, ég held það. Allavega ég hungraður í fátt nema bara að vita meira orð Guðs. Ég veit ekki hvernig svona tala til þín, en ef þú ert trúaður þá líklega tekur hún undir þetta. Það sem maður veitir svo sem alltaf hvað trúað fólk að hugsa. Það allavega, við vitum það allavega orð Guðs sem mjög nálagt trúnni. Orð Guðs í raun og veru sama spyrtu trúna, hún í raun ekki spyrtu neitt annað en trúna. Þetta svona styrkurinn okkar, við eigum þetta bara prívat, sem trúað fólk. Og þá allir trúaðir menn. Við erum öll að lesa orð Guðs. Það er svo merkilegt, það er svo margt sem er svo merkilegt með trúna, hvernig hún í raun og veru setur okkur öll undir einn og sama hatt. Það er til dæmis húsið, byggingin, kirkjan sem við köllum, það er bygging. Og það er innan stokks, er svona venjulegt, gamalt skipulag má segja, en samt alltaf föst og nýtt. Vegna þess að kirkjan er alltaf hösk og ný. Og þar ertu með orð Guðs sem aðal stöffið ef svo má segja. Þú ert ekkert að koma inn í hús Guðs með neina kennslu nema hana sem að styðst orð Guðs. Til fullta kennslu. Heimurinn er fullur af alls konar kennslu. En hverjum dytti í huga að fara að bera hana inn í kirkjuna? Það vita allir fyrir hvað kirkjan stendur. Hún stendur fyrir orð Guðs og bara orð Guðs. Aðrir staðir eru fyrir annar. Þú ert ekki endilega að koma með orð Guðs annað en til kirkjunar. Þeir líklega fengjur ekki stað þar. Þú kemur á verkalýðsfund, það eru nótt hitti maður. Og ætlar að fara eitthvað að fjasa þar orð Guðs. Þú bara þér þið hent út alveg á stundinni. Þannig að þetta verður alltaf að vera á sínum stöðu. En þú ferð inn í Guðshús með orð Guðs með þér og stendur upp. Og aldrei veit hann að þeir væri leitt að segja ykkur orð.
upp úr orði Guðs. Annað veruleiki, önnur staðreind líka. Þetta allt saman aðskilið. Og Drottinn gaf þér trú og hann veit að þú elskar þína trú eðlilega, við elskum trún okkar. Og við viljum auðvitað rækja hana, eins og allt sem við höfum áhuga fyrir, það nú málið. Alveg sama hvað það sem þú hefur áhuga á, að þú vilt vita meira til þess að áhugin vaxi og þú aukist í þekkinguna á því sem áhugasviði þínu er. Nú orð Guðs mitt áhugasvið, engin spurning, og líklega líka þitt áhugasvið sem ert á sama stað og ég í trúnni. Og við hikum ekki til að leita í orðið. Og mörg okkar eru nú þannig að það líður ekki dagur að við opnum ekki orðið. Og stundum erum við með bókina opna fyrir framan okkur og erum að vinna upp úr henni efni, biblíulegt efni, gott guðlegt efni. Þannig að við erum komin á allt annan stað heldur en við vorum á áður og allt annan stað heldur en þessi svokallagi heimur er. Hann er ekki þarna. Hann er bara með baratón uppi, hrópinn og köllinn og kjörinn, upp með kjörinn. Hvað er kjör? Þú hefur þetta allt í orði Guðs, þú ert með þetta allt saman í orði Guðs og fyrir þína trú. Og svo ofan á allt þetta leggst þessi yndisleiki sem við köllum nægjusemi. Hann fylgir með í trúnni. Nægjusemi nær til orðs Guðs og hún bara er þar. Hún er ekkert að fara neitt lengra. Það er svo margt sem er mjög merkilegt þegar kemur að orði Guðs. Þetta er eitthvað sem að hjartað þráir. En hjartað sem stendur fyrir utan Drottinn, náttúrulega veit ekki hvað það er að þrá þetta. Ég sé nú ekki mikið við þetta. Nákvæmlega. Þó þú sjáir ekki mikið eitt og annað, þá er ekki þar með sagt að það sé ekki gagnlegt. En þú, til þess að sjá þetta svona, þarft að komast á þennan stað þar sem þú sér þetta með þessum hætti. Og þú setur þig ekki sjálfur á þennan stað. Þetta er gjöf frá Drottni. Og þegar þú ert komin á þennan stað og varin að rýna í kringu þig, þá fer allt þetta heimsísprjál burtu, það er bara í eðlinu, og eftir stendur ein bók, Biblía. Þannig er það hjá mér. Þetta er bókin sem að stóð eftir. Ég var alltaf að kaupa bækur. Átti mikið af bókum. Ég kannski ekki neina hillu samstæður en ég átti mikið af bókum. Núna er ég bara með eina. Og það er þessi bók. Hún er hérna á þessari hlið mér líka og þetta er saman bókin. Þannig ég les þessa. Vegna þess að hinn er eldri útgáfa af orði Guðs. Ég reyndar hef ekkert kíkt neitt í það. En biblíuþátturinn okkar er auðvitað stórmerkilegt fyrirbrigði. En hann er ekki kennsluþáttur um biblíuna. Heldur hvatning til mín og þín og okkar að lesa sjálf. Við erum ekki bara mötuð af orði Guðs. Ég held að þetta hefur verið alveg rosalega háskaleg kenning hérna í einu sinni í kirkjunni. Ég veit ekki hvort það er ennþá. Að menn soguðu í sig allt sem að þar var gert, en lögðu kannski ekkert svo mikið á sig að vera sjálfur undir þessu orði. Það kom strax til mín að ég er að sjá þetta sjálfur. Með allir virðingu fyrir öllu sem verið er að gera, það er ekkert verið að tala neitt um það. Þetta lítur því sem að kirkjan og söfnuðurinn er að gera. En þú verður að bera ábyrgð á sömu sjálfur. Þú verður til að mynda að bera ábyrgð á þínu lífi sjálfur. Það getur engin annar borið ábyrgð á þínu lífi fyrir þig, eins og með trúarlífi. Það lítur sama lögmáli. Og þú verður að bera ábyrgð á þínu trú
og þú verður að bera ábyrgð sjálfur á því þessu orði sem þú ert að fá. Er ég hæfur til þess? Ef einn hæfur til þess, já, þá ert þú hæfur til þess líka. Þetta snýst ekkert manneskjuna, mig og þig. Þetta snýst það að okkur er gefin heilagur andi og hann sér allt hitt. Þannig að þú þarft ekki óttast það, þó þú kafir svolítið í orðið og þú ert manneskja. Drottinn elskar þig, hann fyllti þig heilugum anda og hann talar við þig í kennslunni þegar þú ert að lesa. Og þetta er bara mín reynsla í hvert einasta skipti sem að ég líti í orð Guðs og ég líti í það á hverjum degi. Það kemur alltaf eitthvað. Ég búin að lesa 1000 sinnum því að ég er alltaf að lesa. Og það stekkur á mig. Og það getur þess vegna orðið til einhver pæling í kringu það. Að þegar maður er í þessu verki, að þegar maður er að gera ábyrgðina sína. Þetta er röng hugsun. Ég veit ekkert hvað menn segja þetta. En þetta er það sem að Drottinn hefur uppálagt mér að gera. Og ég hef alla mína trúargöngu haldið mér við þetta. En ég veit eins og að söfnuðurinn er nauðsynlegur. Og kennslan þar fylgir með því að þetta er ekkert að trúa fólk þar. En ég verð að bera ábyrgð sjálfur á því. Þá hef ég orð Guðs, hún er víst öll kolröngu vitlaust þýtt þessi íslenska biblía. Ég er nú ekki sammála því, en þetta er nú eitt af því sem er sagt. Það er alltaf verið að rugla fólk í rímunu. Af hverju er það gert? Ekki veit ég það. Það er bara stundum hefur verið óeining innan kirkjunnar. Og menn er að fá til sín alls konar sem er bara að fara af stað með. Allir gera rangt nema ég. Ég er hugsunin þessi. En ef þetta er ekki þannig. Það er ekki allir að gera rangt nema ég. Það eru margir sem er að gera rétt. Jú, einhverjir eru að gera rangt. Því miður er það nú þannig. En svona oppi af þessu liði það er að gera það sem er rétt. Ég vil nú trúa því. Og ég segi það, kenni það, berðu ábyrgð á trúnni þínu sjálfur sem merkir það, legðu sjálfur áherslu á orð Guðs. Já, ég get ekki skilið þetta. Ég er aldrei í púlti. Það snýst ekkert um það. Þú ert með heilagan anda. Ef þú heldur að heilagur andi þér sé eitthvað máttlausar en heilagur andi í annarri manneski, þá ertu að vanvirða heilagan anda og það ættir ekki að gera. Hann er bara þessi stærð og hann getur lokið öllu sem er Guðs fyrir hverjum sem er. Hann tekur sér bólfestu í manni. Hann er gjöf frá Guði til þín. Einmitt þess að þú getur skilið Drottinn. Ekki gera lítið úr því sem þú átt. Og ef einn getur borið ábyrgð á sinni trú og því sem hann er að nema gegnum lestur sinn, þá getur þú það líka og þetta er rétt nálgun. Aldrei að gera lítið úr sjálfum sér. Að neinu leyti og ekki heldur þessu leyti. Hver er köllun þín? Sumir segjast ekki vita hana. Hvernig getur það verið ef Drottinn talar til þín eitthvað og þú veist ekki þína köllun? Það hafa allir köllun. Ætli það stafi ekki frekar á svona litlu mér inn á milli. Ég hugsa það. Það getur ekki verið að ég að gera þetta, maður. Ég er ekki hæfur í þetta. En Guð kallaði þig. Hann kallaði þig af því að þú ert hæfur. En þú getur náttúrulega slegist þig sjálfan þig þetta. Svo verður aldrei neitt úr neinu. Þá myndu aldrei upplifa það sem Drottinn var að kalla þig til að gera. Þessir einstaklingar sem þú ert að horfa á og ég ber mikla virðingu fyrir, við höfum auðvitað að bera virðingu fyrir hvoru öðrum. Kannski þurftu þér allir að glíma við þetta. En öndvertið þig, stigu þér út og byrjuðu og sjá, það er alltaf gott. Það snýst ekkert um menn.
Þetta snýst Guð. Það eitt af því sem komst að fyrir margt löngu. Og hefur stigið út í alls konar verk og sjá maður getur þetta. Ég þakka Guði fyrir það. Ég þakka Jesú fyrir það. Að ég get þetta. Og ég get þetta enn. Og gert mig glæsi brag eins og hver sem er. Sem er á þessum stað. Og hver það æðstur? Bentu mér á hann. Hver æðstur á þér? Ég skal segja hver æðstur á mér. Hann heitir Jesús. Hann trónar yfir þetta allt. Og ég horfði af þessu öllu á hann. Og það ætlar hann þér líka að gera. Þá erum við komin á réttan stað með þetta allt. Og þess vegna erum við að hvetja menn til þess að nema upp úr orði Guðs. En auðvitað tekur við kennslunni. Það er ekkert að tala um það. En þú þarft að vera miklu meira í þessu en bara kennslan sem er einu sinni í viku. Halló! Það eru 7 dagar í hverju viku. Og hvað ætlar að gera þá? Lesa Mokkan? Ef ykkur les Mokkan í dag, ég veit það ekki. Nú mátt alveg lesa Mokkan. En þú mátt ekki undanskilja orðið Guðs. Bara prívat. Það er allt málið. Ég segi, verðu ábyrgð sjálfur og sjálfur. Það getur enginn borið ábyrgð á þinni trú nema þú sjálfur. Þegar þú ert að skandilera, sem ég bið að þú gerir ekki í Jesú nafni, hver tók ábyrgðin? Var þið ríkt þangað? Af einhverjum óeldan hönnum? Nei, þú gerðir það sjálfur. Þú ákast sjálfur. Og svo seinna á þetta hefði ég ekki átt að gera maður. En þú gerðir það. Þú valdir það. Þess að þetta styrkjaði í orði Guðs og gerir það á ábyrgð að því þú vilt ekki eitthvað svona. Þú vilt stíga yfir þetta. Þú vilt setja þetta baki og hætta þessu. Og til þess að styrkja þig þarna þá hvet ég þig og legg á þig alveg hrikalega byrðar að lesa þetta á hverjum degi. Og ef þú ert þessi manneskja sem lest á hverjum degi þá óska ég til hamingju með það því að þú ert að gera rétt með því. Það er ekki staðleysa að setja sig inn í orð Guðs. Bara þú og orðið saman. Það er ekki staðleysa. Það er lykill að hverju? Góðri trúarlegri göngu. Og að því að þú ert þarna, ert trúið manneskja, þá líka ferð að meta þetta allt saman. Samfélagi. Ég verð að vera í samfélagi, segir þau. Alveg eins og ég. Ég verð að vera í einhverju samfélagi. Ég sagði, ég verð að vera í einhverju kirkju. Það er samfélagi. Og ég er í samfélagi. Búin að vera í samfélagi, já, alveg, síðan 2000, alveg stöðugt. Ég er ekki inn í frjálsukirkjuna, ég er búin reyndar ekki inn í þjóðkirkjuna, en það var alveg, stemdi allt í þann tíma hjá mér en ég fór í hina áttina. Ég er ekki að segja að hún sé svona svakalega röng, ég dæmi það ekki neitt, það er ekkert mitt að dæma það. En hinir söfnuðirnir, svo kallaði frjálsir, þeir höfða miklu meira tilmanns. Af því að þar er til að mynda músíkin miklu skemmtilegri. Og öll umgjörði í þeim söfnuðum, frjálsu svokölluðu, hún er miklu frjálslegri. En samt með reglu. Þannig að þjóðkirkjan er með þetta stífa fasta form sem menn ganga alltaf brosiki. Rosalega alvarlegi. En hinir eru með sitt form sem er svona frjálslegra, en þeir eru í raun og veru allir með sama. Þannig að það er ekki alveg umskipt á milli safnaða. Það er þessi tegund og það er þessi tegund. Ég tilheyri þessari tegund,
en ég tilir ekki í hinni tegundinni sem að það sé þjóðkirkjan. Því hitt á miklu betur við mig. Og hvað rangt við þetta? Ég finnst bara frábært að hafa hana valkost, en ég ger ekki lítið úr þjóðkirkjunni. Ég veit ekki hvert þessi þjóðkirkja stefnir. Einhverju menn þar, þeir get ekki breytt stefnu þjóðkirkjuna. Drottinn yfir þjóðkirkjunni. Hann lætur þetta ekkert frá sér. Akkur tekur hann ekki þá á þessum að þennan menn bara fara halleluja þegar það vill, það vill. Ég held að engum menn yrði nú hent út þó að segja halleluja í þjóðkirkju. Það gerir það enginn vegna þess að það hefur aldrei verið geð, það er svo lítið þarna. Ég man eftir því, ég var þá út á landi að vinna þar. Þá var ég trúaður og ég mætti messuna hjá einu mínu sem þar var, góðu kall. Og ég náttúrulega hélt bara upp siðnum mínum og ég, amen. Svona, ekki hátt, svo sagði mér hérna, ég sé að þú segir þetta amen á milli. Já. Svo sagði hann, ég kann nú bara vel við þetta. Hann hneykslaði nú ekki meira en það. Og þú varst þetta bara flott. Þetta var einhver kall út í sal sem að segja þetta og ég segi að þú syngur með lögunum. Já, ég gerði það þá og ég gerði það ekki lengur. Hann tók eftir þessu. Svo dirðist ég að segja, amen. En það segjum við í frjálsumstjórnunum og líkum ekki til. Þannig að hitt ekkert bara algjört tabú. En það ekkert gert að því að það ekkert að óta þessu almönnum. En svo kemur kall úr Hafnarfirði, eins og ég, ekki feitur þá, yngri. Og hann syngur með söngvarnum maður. Það var vanur því. Og presturinn lest að hann tók eftir þessu. Og það kom mér nú óvart. Góðu kall. Og mann segja svona þjóðkirkjuprest, góðu kall. Þessi var góðu kall alveg. Við erum ágætis vinir. Ég hef ekki hitt hann reyndar í mörg ár. Þannig að þetta allt saman í boði. En einhver þarf að stíga út í þetta. Ég var ekkert að stíga út í neitt. Ég var bara að gera það sem ég var vanur að gera. Takk til því. Og akkur ekki. Akkur ætti ég eitthvað að halda að vera það sem ég var vanur að gera í frjálsum svefni þó ég væri einhvers staðar annars staðar. Auðvitað hélt ég því. Og það gerði ákveðna lökku bara held ég. Sveiminlega á. En af vísu var ég nú ekki lengi þarna en einhverja mánuði og mætti alltaf hjá þessum ágæta vinum mínum. Vegna þess að ég vildi verið í kirkjunni. Og væri ekkert hann að ræða þjóðkirkja, þá bara fór ég í hana. Því að það er samfélag sem Guð hefur búið til. Þannig lít ég á það. Ég sé nú ekki að þú sért á réttum staðinn sem drengur. Þú mátt alveg sjá hvað það sem þú vilt. En ég veit alveg 100% stað minn í Guði, ekki fullir í það. Og ég bið bara að Guð sýnir það. Að ég það. Það er nú ekki mitt áhyggjuefni svo sem hvað menn sjá og ég nú betur fyrir og þakka Guði fyrir það, ég nú ekki mikið fyrir það að velta mér upp úr því. Og það er líka eitt sem að þarna er til staðar, sem að alveg má tala að ég og þú sögum á okkur, við vitum hvar við stöndum í Guði. Hann er ekkert að horfa á neitt á hreyfingarnar hjá þér og þína fallega messusvipiðin. Þú mátt alveg hafa hann upp eða þú vilt. Hann horfir á hjartan. Og hvað er það? Það er fullt af orði Guðs. Hann horfir á þetta. Og hann sér alveg sívaxandi trú. Hann horfir á þetta. Hann elskar þetta. Og hvað er þetta þarna? Þú þorir ekki að sýna neitt. Við þurfum að þora. Erfið.
Ég veit það ekki, ég nenni ekki einu sinni að tala um það sem erfitt. Af hverju það svo erfitt? Fyrir suma. Af hverju stund svo erfitt? Þið eru hræddir inni sér. Það geti eitthvað fara að lægja. Hér komi. Við erum í trúnni, vegna þess að við viljum vaxa í trúnni. Við lesum orð Guðs, við rækjum okkar safnaða samkomur, að því við viljum vera innan okkar líka. Þú sér þetta ekki einstæðan nema inn í söfnuðum. Og þess á milli, þegar þú ert heima, þá ert að lesa, þú ert að stúdera þetta. Ekki 24 tíma sólarhring. En þú ert að stúdera þetta orð. Þú ert að læra upp úr orðinu. Af hverju? Af því þú elskar þetta orð. Þetta er Biblía. Þessi bók geymir orðið. Og þýða þetta svo vitlaust maður, það er ekki nokkur að marka neitt annað. Kjaftaði. Og þú veist að þetta er kjaftaði. En það er líka rétt hjá þér, það er margt sagt. Þannig að við erum alveg á réttum stæði í þessu öllu saman og við ætlum að bera ábyrgð á trúnni okkar sjálf og halda þig áfram og lesa og trúa því að heilagur andi í okkur. Ég hef heilagan anda, myndu það. Ef hann getur útskýrt fyrir þér orðið, þá getur hann það líka fyrir mér. Og út af þetta gengir. Út af þetta hef ég stigið alla mína trú og göngum. Ég hef aldrei gert lítið úr sjálfu mér hvað þetta var það. Þannig að ég nú reyndar ekkert mikið fyrir að vera að gera lítið úr sjálfu mér okkur. Fyrir hvernig það? Ekki þig örugglega. Sem hefur svona tröllatrú á mér. Segi ég. En það er sem sagt Gamla testamentið, við tekið bæði Nýja testamentið og Gamla testamentið og lesið svona einhver falleg orð úr báðum. Og ég segi það og bæti því við að ég er Nýja testamentið kall, má segja svona. Ég elska Nýja testamentið. Hverjir eru uppáhaldsversi mín í Nýja testamentinu? Ég legg þetta allt saman að jöfnum, bæði bréfin og Guðspjöllin. En ef maður ætti nú að meta hvað manni finnst vænst þá verði ég nú held ég að taka undir að mér finnst nú vænst Guðspjöllin. Ég veit ekki af hverju. En þetta meti hitt alveg 100%. En ég einhvern veginn, mér finnst þykir vænst Guðspjöllina því að þau eru svona mest bara Jesú prívat. Og við elskum öll Jesú. Þannig að Drottinn veit alveg hvernig ná að setja svona bóku upp. Við erum að reyna að komast í lesturinn. Bara svona til þess að þú fái hvatningu til þess að lesa. Já, Esekíel. Við neyðarhróp sjómanna þinna skjálfa strendurnar. Allir sig knýja ára, flýja skip sitt. Stýrimenn, allir hásettar á hafinu, ganga á land. Þeir hefja upp rödd sína og gráta beisklega, ausa mold á höfuð sér, velta sér á jörðinni. Þeir raka á sig skalla vegna þín og girðast hærusegg, gráta beisklega yfir þér í sárri sorg. Í sorg sinni hefja þeir upp harmljóð þig, flytja sorgaróð vegna þín. Hver sem Týrus út í regin hafi? Þegar varningu þinn kom af hafi, mettaðir þú margar þjóðir, þú auðgaðir konunga jarðarinnar með þínum verslunarvörum. Nú löggur þú brotin í spón í sjónum, í djúpi hafsins. Varningu þinn og allur mannafli þinn sökk með þér. Allir sem búa á ströndunum skelfast yfir þér. Hárin risu á höfðu konungana, andlit þeirra er afskræmd. Umboðsmenn þínir meðal þjóðanna hnussa við þér. Endalok þín skelfa
Já, endalok þín skelfa, þú ert með öllu horfin. Þetta nú eitt af því sem orð Guðs að segja við okkur. Allt varnaðar orð. Af hverju? Varnaðar orð, hvernig? Að halda sér þar sem maður á að halda sér. Og hvað á maður að halda sér? Hjá Guði. Í Jesú nafni. Fræðandi sögum hann sem styrkir mann öndverð í því sem maður er að gera. Þannig að það þarf enginn að falla. En það þarf allir að varðveita sína trú. Og þess vegna erum við með hvatningu í að lesa orð Guðs, því að hún varðveitir þína trú. Þannig að þú skalt hætta ekki nenn að lesa núna, þetta er bara, já, þetta drífur mig að lesa. Taka upp þetta talan svona heitakalsins að hún hafnaði. Já, það er gott að taka upp tal heitakalsins að hún hafnaði. En þetta er samt miklu betra fyrir þig að gera þetta vegna þess að það er þú sem ert að njóta góðs af lesturinnum í það að þú skiptið. Kannski að heiti kallinu hafnaður að geta hvatti og það er flott. Við eigum að hvetja hvort annað í góðar áttir, en stundum erum við að hvetja menn í einhverja kolvetlusa átt. Þetta er flott við eigum að það rauðið bara maður. Svo kemur þessi gæi maður og þetta var nú meiri baráttan. Við höfum þessa mynd í Biblíunni, hún er týnda soninn, þetta rattaðist loksins heim og bara við dauða styr. Hann nefndi ekkert að vera þarna hjá pappa sinna löngum, það er ekkert að vera hér maður. Og það fór. Og hann þurfti alla þessa kennslu til að sjá dýrð föðursins. Og hvar komst hann að þessar niðurstöðu? Við Svínadalinn. Það synti honum enginn, gaf honum enginn neitt. Þá leit hann huga sinn til föðurins og daglauna föðurins. Þeir hafa nóg að bíta og brenna. En ég er ekki með neitt. Ég ætla að hverfa aftur til föðurins, svo. Og faðir beið alltaf eftir því hann kæmi og hann kom. Munum eftir röllinni. Svakalega flott röllam og hann átt þýða pappans. Hann þurfti ekki. Hann bara beið eftir honum. Og þar sá hann að sonur sem var kominn og allt hans var hans alltaf, það fór aldrei neitt. Þannig að má ætla það að hann hafi gengið bara beint inn í það sem hann var í áður. En munur sá að núna er hann glaður með það. Þetta er bara glaður með það sem þú ert með núna, þess að þú þurfur ekki að fara í svona pílagrímsferð inn í svona aðstæður eins og þessi gæi gerði. Og ef þú heldur þetta sé einstæmi, þá er þetta alltaf að gerast og hefur kannski meira og minna gerst hjá okkur öllum. Við eigum öll okkar hrunasögu sem að í raun og veru gerði okkur að þeim manni, styrka manni og konu sem við erum í dag. Tökum bara við Guði. Lærum orð Guðs og festum sjónar okkar á hann. Hann leysir okkur við öll þessi vandræðu harmkvæli og þessar reynslur sem við þurfum að sumir þurfa að fá til þess að geta orðið það sem þeir eiga að vera. Fyrir skemmri leiðin í að þessu. Trúin er til staðar. Byggjum okkur upp með orðið Guðs. Gera það sem orðið segir. Við erum í samfélagi við annað trúa fólk og rækjum þetta samfélag. Það er leiðilegt þar. Hættum þessu tali og segjum rosalega gaman að vera í samfélaginu maður. Sér ekki mun á afstöðu. Þú getur verið á báðum þessu stöðum. Veldu betri kostir og segðu þetta er rosalega gaman að vera hér maður. Og þú hvetur menn með þér að því það er svo rosalega gaman að vera þarna. En þú tekir hann sem blessaða klettu þessu maður. Sumir segja að gera þetta. Þeir eru ekki að byggja upp, þeir eru að rífa niður. Við höfum ekki að vera niðurrifsmenn, en margir eru þar. Af hverju? Þeim líður ekki vel. Þess vegna eru þau það.
Okkur þarf að líða vel í hjartan okkar og þá líka sjáum við ekkert ljósmaður og blómabreiður. Og engin ástæða sé til þess að sjá blómabreiður. Við höfum þetta allt í hend okkar. Þess vegna líka fengum við trú. Hún ýtir okkur alltaf á betri staði. Við erum búin í nöldrun okkar og leiðindum að komin út í bika svart myrkur. Þá loksist, já, við trú og þú snýrð tilbaka. Og inn í sama umhverfið þú varst. Ég vil snúa aftur til föðurins, sagði ekki Tindusonur það. Af hverju heldur þú að þessi saga sé þarna? Til að þú lendir ekki það. Orð Guðs til að læra af því. Og ég segi það og fullyrði það og spyr hve marga í raun og veru hefur þessi saga ekki kennt fólki sem var þetta leiðandum. En lét sig hafa það. Því að leiðindin þau fara. Allt í nátt voru svo lýsi baðast og var að gera eitthvað. Svona maðurinn. Hann sveiflar, allavega svona stundu niður í dýstudali. En að þeir með samt sjálfum sem réttustað þá stígur hann alltaf upp og svo sér, jæja, hvað hefur að gera? Þetta er að hafa tamist við góða kennslu og meira tekist á við þetta. Lífið er tóm átök, þú veist það. Já, það hefur verið það hjá mér. Og ég er mjög þakkláttur fyrir alla þá reynslu sem ég hef. Og þakklæti mesta liggur í því að ég fékk að kynnast Kristi. Og þessi aðskilnaða varð, ég er ekkert á leiðinni út í heiminn. Það bara kemur ekkert ekki að reyna. En ég ætla að vera áfram í kirkjunni, ég ætla að vera áfram að vaxa þar. Og kannski vera hvatning fyrir einhvern til þess að vaxa líka. Maður veit aldrei. Maður veit aldrei hvenær maður er hvatning. En með réttir breytni og heiðarleika og drengskap, þá erum við, þannig sé fyrirmyndið, og mér sé nú sjálfum illa við þetta orð fyrirmynd. En þá erum við það, af þessu. Og það geta allir orðið heiðarlegt fólk. Það geta allir orðið ærlegt fólk. Og því leiti fyrirmyndir. Ekki til þess að sýnast fyrir öðrum, þetta er bara það sem eitthvað hjarta vill. Þú vilt þetta. Það er þetta sem er að smita frá sér. En ekki svakalega að láta ræða mín maður og svoleiðis bara, að leita mér á öðru haus, það er gott að fá góða ræðu. Við þurfum líka að vera fyrirmynd og mér sé ekki vel við að nota þetta. Og við byggjum þessa fyrirmyndu með því að vera ærlegt fólk. Hver er skuldastaðin? Þetta að nota peninga í annað heldur en að borga skuldir. Og skuldastaflinn alltaf að stækka. Ekki hafa það. 1 tónum og halvt tónum á 0. Getur það? Getur það og margir hafa gert það. Og ég segi þig, þetta er algjörlega ásættanleg staða. Og allavega áhyggjur af þessu er ekki lengur til, nógar eru það nú fyrir. Vertu þetta. Og vertu fyrirmynd annara að þessu leiti líka. Þegar skuldir er að plaga mann og annan út allt þetta samfélag. Og hvar eru við kristnumennirnir það? Sumir að þeim eru skuldir upp fyrir haus. En örugglega til einhverju sem skuldi ekki neitt og ég er einn af þeim. Ég er réttu bendi. Réttu bendi með mér. Þetta er hægt. En það gerist ekki ef þú gerir ekki neitt. Þá gerist nákvæmlega ekki neitt í þessu frekar en öðrum málum. Þannig þarna ætlum við að taka okkur taki og við ætlum að byrja á því núna. En það er kominn tími, fljótt að líða maður, og Konráð kveður, þakka fyrir sig
og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Verið þið sæl.